Kristján, til að byrja með, hefur viðbúnaður hérna á Austurlandi verið með einhverju öðru móti en annars staðar á landinu? Það held ég sé nú ekki, þetta sé nú með mjög svipuðum hætti alls staðar gert. Ég er nú grunn það, já. Hvernig hefur gengið að fá fólk og almenning til þess að fylgja tilmælum almannavarna hérna fyrir austan? Það sem við höfum upplýsingar að þá virðist það hafa gengið alveg ótrúlega vel og erum bara mjög þakkláttir og þetta erum við að basla þetta saman. Þannig að við erum þakkláttir öllum sem eru tilbúin til þess að fylgja leiðbeiningum og tilmælum og reynum auðvitað að gera það sjálf. Þetta skiptir okkur öll máli, þannig að ég held að það gengi bara mjög vel. Á tímum þessum skiptir miklu máli að efla almenning líka í þessu hlutverki sínu. Hvaða upplýsingum mikilvægt að koma til skila til fólksins? Það eru bara almennt þessar upplýsingar sem eru að koma frá almannavarnadeild og sóttvarnalækni það hvernig best er að haga sér í svona aðstæður sem við erum í núna. Og við höfum reynt að gera það sama, við höfum beint þá sömu eða svipuðum tilmælum í gegnum okkar miðla til almennings hér og munum gera áfram og erum að reyna að bæta í ef eitthvað. Nú greinist smitt seint á Austurlandi. Hafði þetta mikil áhrif á viðbúnaðinn hér? Í rauninni ekki. Við vorum byrjaðir held ég mjög snemma. Endaðan janúar þá byrjað að skipuleggja með öllum helstu aðilum hér sem við sáum fyrir að gætu og myndu koma að þessu. Þannig að nei, ég held að það hafi sjálfur sér ekki breytt neinu. Þetta var orðin dálítið bið bara eftir fyrsta smiti. Við gerum ráð fyrir að það kæmi hingað eins og annars staðar. Þannig að það kom svo sem ekki óvart síðan þegar það kom. Og það kemur í raun kannski heldur ekkert óvart að það komi fleiri smit hjá einstaklingum sem til dæmis nú þegar í sóttkví, þannig að það ætti ekki að kalla á neitt frekari ótta hjá fólki. Það ætti ekki að gera það. Við erum komin núna það eru 4 smit komin hjá okkur. Bættust við 3 í gær í raun við þetta eina sem var komið deginum áður og þar af voru 2 í sóttkví þegar, þannig að það er í samræmi við það sem sóttvarnalæknir hefur talað að það er svona rétt 50% þeirra sem eru að smita sem eru í sóttkví. Þannig að enn og aftur og við tökum bara undir það sem sóttvarnalæknir segir að það virðist þá vera að virka þessar aðferðir og þessar aðgerðir sem hefur verið farið í, að við vonum það í það minnsta. Nú er þetta stórt landsvæði sem undir og fordæmalausir tímar. Hvernig var lögreglan í stakk búin til þess að taka á þessu öllu saman? Mér finnst svona þegar upp er staðið að hvort sem það er lögregla eða aðrar stofnanir eins og heilbrigðisstofnun Austurlands, sveitarfélögin, Rauði krossinn, Landsbjörg, fleiri eins og Isavia sem hefur verið með okkur í þessu, Smyrilæn á Seyðisfirði vegna Norrænu sem var nú mikið áhyggjuefni þar til að þeir svo bara hættu að sigla. Þannig að það var auðvitað nokkru fargi á okkur létt þar í raun. En almennt held ég að við séum bara vel í stakk búin til að takast á við þetta. Við vonum það í það minnsta og erum það enn, en svo verður að koma í ljós hvernig þetta fer allt saman og hvernig þetta þróast, en við teljum okkur vera nokkuð vel undirbúin. Nú hlýtur þetta að taka mikinn tíma. Hvernig gengur að sinna bara öðrum lögreglustörfum með þessu og já, þú hlýtur að fá dálítið mörg símtöl, til dæmis á hverjum degi í tengslum við COVID? Já, blessunarlega þá hefur svona þessi hefðbundnu verkefni lögreglu, þau hafa ekki verið mjög íþyngjandi á móti vegna þess kannski bara vegna þess að samfélagið það er svona dálítið logn yfir öllu. Þannig að því leytinu til að þá erum við í ágætismálum þar líka. Þannig að þetta snýst meira og minna núna öll vinna lögreglu meira og minna COVID eða stórum hluta í það minnsta. Eru þið undirbúnir undir það að þurfa að virkja almenning enn frekar til þátttöku og samstöðu í þessu verkefni? Það getur alveg komið til þess að fer þetta eftir því hvernig þróunin á þessu verður og nú lítum við ennþá til sóttvarnalæknis og þess sem hefur komið fram að mögulega verði hámarkið í kringum miðjan apríl, svona páskana. Og við verðum þá bara að vera klárir í það, þannig að það á ennþá væntanlega eftir að aukast eitthvað hérna, en svo vonandi fer það að fjara undan og tímarnir að verða svona bjartara yfir svo í kjölfarið. Það mikilvægast í þessu öllu saman væntanlega að hlusta á upplýsingar frá almannavörnum og fylgja þeim, ekki satt?
Jú, og svo ég bæti því við aftur og þá erum við höfum verið að fylgjast með eins og með samkomubanni og svo framvegis hvernig verslanir og fyrirtæki haga sínum málum og við sjáum ekki annað en að menn séu bara að fylgja þessu býsna vel þó að séu einhverjar smávægilegar athugasemdir að þá hefur heilt yfir hefur almenningur og hafa fyrirtækja eigendur, verslunarrekendur og svo framvegis þeir hafa staðið sig mjög vel og munu gera áfram, ég er bara viss það. Þannig að þetta hefur þjappað samfélaginu vel saman? Ég hugsa það, bara ekki endilega samfélaginu hér eingöngu, heldur bara kannski okkur öllum. Kannski verður það bara það jákvæða sem kemur út úr þessu öllu saman. Kristján, takk hérlega fyrir og gangi ykkur vel. Takk sömuleiðis.